Meðalhraði er þegar við reiknum meðalhraðan í einhverri ferð og það er ekki þannig að við sitjum alla leiðina frá Reykjavík til Akureyrar með skeiðklukku og skrifum niður hraðan á mínútu fresti og leggjum svo alla tölurnar saman og deilum með fjöldanum eins og þegar við erum að finna meðalhraða. Meðalhraði er í raun bara ef við tökum heildarvegalengdina og deilum með tímanum. Þannig ef ég keyri 200 km og ég er 2 klukkutíma á leiðinni, sem sagt 200 km og ég er 2 klukkustundir á leiðinni, þá var meðalhraðinn minn 100 km á klukkustund. Og það er alveg sama hvort ég er að reikna þetta í kilometrum á klukkustund, metrum og sekundu. Það eina sem ég þarf að passa er að vera með allar vegalengdir og tímaeiningar í það sama og ég ætla að fá hraðan út. Ef ég set inn metra á sekundu, sem 200 metra á 20 sekundum, þá fæ ég út meðalhraða í metrum á sekundu en ekki kílómetrum á klukkustund. Þannig við þurfum alltaf að passa hvaða einingu við erum að vinna með hverju sinni. Og það skiptir heldur engu máli þó ég keyri stundum, ef við gefum okkur þetta að það hefur verið á hraðbraut í útlandum, þó ég keyri stundum á 150 og stundum á 70, það jafnast út og ég þarf ekkert að reikna út hversu lengi ég keyrði á 150, hversu lengi ég keyrði á 70. Það bara, ég keyrði þetta marga kílómetra á þetta mörgum klukkstundum og þið sjáu það einingi sem verður til kílómetrar deilt með klukkustundum, þetta skástrik hérna deilingamerki. Þetta er sama deilingamerkið og er hér. Hér er þetta kílómetrar deilt með klukkustundum.